Er hægt að snúa hana við? Ég veit það ekki. Svo bara hvað er þetta? Lock? Nei, lockgate, ok. Og þá bara að taka þetta af, þetta er allt lagið. Afsækja þetta að koma. Veitu, hvernig Bara að taka hleðsluna úr. komið nú hlæðursla? Já. Mín, ást mín, þá verður þetta að vera við. Stilla þetta. Þá verður þetta að vera svona. Já. Ná þetta betur inn, svona. Já. Verið velkomin á skjáinn. Á þessum yndislega þriðjudegi. Já. Hörðu, ok. Þetta er allt tilbúið hjá mér. And this one was white pink. Yeah, this is pink. I don't know why. Can you check on it? Á TikTok. Check on it. Er þetta bleikt líka hjá ykkur sem er að horfa? Skrítið. TikTok. Ok, ég tjekka þessu. Spes að þessu er breytt. Svo. Það sé þetta hérna sem við gera þetta bleikt eða? Nei, alltaf. Þetta ekki. Hefur þetta eitthvað með þetta að gera? Veit ekki. Nei, sýnist ekki. Nei. Ekki neitt. Það verður bara að vera bleik. Bleik. Ég veit ekki. Skrítið. Ok. Já. Kannski kemur það ekki, sér það ekki í útsendingunni? Jú, ég er að opna hana. Erum við bleik hjá ykkur líka á TikTok? Er þetta komið? Ég tjekka þessu. Smá svona fara yfir tækni hlutina hérna. Já, já. Very good technical things. Over. Sjá. Já. Já, ok. Svo, jú, við erum bleik. Why are we pink? Veit það ekki. I don't know why. Við verðum þetta bara bleik á TikTok. Þið sem vilja sjá okkur bleik, fara á TikTok. Þið sem vilja sjá okkur í réttu ljósi, fara bara á Facebook eða YouTube. Já. Halló, halló. God is good. God is good. Okay. Okay. We love you here from Iceland og við elskum ykkur hérna á Íslandi og verið velkomin á skjáinn. Ég er með okkur í beinu útsendingu og við erum í Postulasögunni og við erum komin á kafla 23 sem við höfum lesa hér í dag. And we are gonna read here today. We are in Act and we are on chapter 23 that we are gonna read here today. And may this word from God be a blessing to you. Og megi þessi orð sem við lesum hér í dag vera blessun til ykkar. Orð Guðs. Og
like always, my beautiful wife is gonna start this with a little prayer. Já, elsku Jesús, við leggjum þessa stund þínu hendur Drottinn minn, heilagrandi, ég bið þess að þú blessi varir okkur Sigga og gefur þeim sem heima eru frið í huga sinna hjarta sitt og okkur líka og blessir okkur öll í Jesú heila nafni, amen. Amen. Man. Já, við ætlum að lyfta 5 nöfnum við náðana, við ætlum að lyfta 5 name of the grace. Við ætlum að lyfta upp Óskari, Elleni, Júliusi, Bjarna og Pétri. We ask you to pray for them, ask God to bless them, and ask the Holy Spirit to help them with what they are dealing with. And God knows what they are dealing with, and we just need to pray for them, and God will bless them. In Jesus' name, amen. Amen. Og munið að nöfni sem við nefndum hér, að við ætlum að biðja ykkur að biðja fyrir þeim og biðja ykkur að blessa þau og biðja heilagan anda að stíga inn í aðstæður þeirra sem Guð veit hvað og hjálpa þeim í Jesú heilaga nafni, því Guð ansar okkar bænum. Amen. 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 And now I'm going to the word. Núna ég að fara í orðið. And I'm gonna start to read. Daginn eftir vildi hann ganga úr skugga fyrir hvað gyðinga kærðu hann, lét hann leysa hann og bauð að æðstu prestarnir og allt ráðið kæmi saman. Síðan kom hann á ofan með Pál og leiddi hann fram fyrir þá. En Pál hvessti augun á ráði og mælti: Bræður, ég hef öllu breytt með góðri samvisku fyrir Guði fram á þennan dag. En Ananías æðsti prestur skipaði þeim hjá stóðu að ljósta hann á munnin. Þá sagði Pál við hann: Guð mun ljósta þig, kalkaði veggur, hér situr þú til að dæma mig samkvæmt lögmálinu og skipa þó þvert ofan í lögmálið að slá mig. Þeir sem hjá stóðu sögðu: Smána þú æðsta prest Guðs? Páll svaraði: Ekki vissi ég, bræður, að hann væri æðsti prestur, því ritað þú skalt ekki illmæla höfðingja lífs þíns. Nú vissi Páll að sumir þeirra voru sadúkerar en aðrir farisear, og hann hrópaði upp í ráðinu: Bræður, ég farisei að fariseium kominn, ég lögsóttur fyrir vonunum upprisu dauðra. Þegar hann sagði þetta var deila milli farisea og sadúkera, og þingheimur skiptist í flokka. Sadúkerar segja að ekki sé til upprisa, englarnir andar, en farisear játa allt þetta. Nú var hróp mikið og nokkrir fræðimenn af flokki farisea risu upp og fullyrtu: Við sáum ekki að þessi maður hafi brotið af sér. Gæti ekki hugsast að andinn hafi talað við hann, eða engillinn. Deilan harðnaði og hersveitaforinginn fór að óttast að þeir ætlaðu að rífa Pál í sundur. Því skipaði hann herliðinu að koma ofan, taka hann af þeim og færa hann inn í kastalann. Nóttina eftir kom Drottinn til hans og sagði: Vertu hughlaustur, svo sem þú hefur vitnað mig í Jerúsalem, eins og ber þér og að vitna í Róm. Þegar dagur rann bundu skýðingasamtökum og sólu þess eið að eta hvorki né drekka, fyrir en þeir hefðu ráðið Pál af dögum. Voru þeir fleiri en 40 sem þetta samsæri gjörðu. Þeir fóru til æðstu prestana og öldunguna og sögðu: Við höfum svarið þess dýran eið að neita einskis fyrir en við höfum ráðið Pál af dögum. Nú skulum þér og ráðleggja til við hersveitjaforingjan að hann láti senda hann niður til yðar
svo sem vilduð þér kynna yður mál hans rækilega, en vér erum við því búnir að vega hann áður en hann kemst alla leið. En systursonur Páls heyrði fyrirsátinn og hann gekk inn í kastalann og sagði Páli frá. Páll kallaði til sín 100 höfðingjann og mælti: Far þú með þennan unga mann til hersveitaforingjans, því hann hefur nokkuð að segja honum. 100 höfðingi tók hann með sér, fór með hann til hersveitaforingjans og sagði: Fanginn Páll kallaði mig til sín, bað mig að fara til þín með þennan unga mann, hann hefur eitthvað að segja þér. Hersveitaforingi tók í hönd honum, leiddi hann afsíðis og spurði: Hvað það sem þú hefur að segja mér? Hinn svaraði: Gyðingar hafa komið sér saman að biðja þig að senda Pál niður í ráðið á morgun. Þar að þeir ætla að rannsaka mál hans rækilega. En lát þú ekki vilja þeirra, því að menn þeirra, fleiri en 40, sitja fyrir honum og hafa svarið þess eið að eta hvorki né drekka fyrir en þeir hafa vegið hann. Nú þeir viðbúnir að bíða eftir að svarið komi frá þér. Hersveitaforinginn lét piltinn fara og bauð honum: Þú mátt engum segja að þú hafi gjört mér viðvart þetta. Hann kallaði fyrir sig 200 höfðingja og sagði: Látu 200 hermenn vera tilbúna að fara til Sesaríu eftir náttmál, auk þess 70 riddara og 200 léttliða. Hafið og til faraskjóta handa Páli, svo að þeir komu honum heilum til Felixar landstjóra, og hann ritaði bréf svo hljóðandi: Claudius Lysias sendir kveðju hinum göfuga Felix landstjóra. Mann þennan höfðu gyðingar tekið höndum og voru í þann veginn að taka af lífi. Ég kom að með hermönnum og komst að því að hann var rómverskur og bjargaði honum. En ég vildi vita fyrir hverja sök þeir ákærðu hann og fóru með hann niður í ráð þeirra. Komst ég þá að raun að hann væri kærður vegna ágreinings lögmál þeirra, en engin sök var honum gefin sættir dauða eða fangelsi. En þar sem ég hef fengið bendingu að setja sig líf mannsins, sendi ég hann taflaust til þín. Ég hef jafnframt boðið ákærendum hans að flytja mál sitt gegn honum fyrir þér. Hermennirnir tóku þá Pál eins og þeim var boðið og fóru með hann nótt til Antipateris. Daginn eftir snéru þeir aftur til kastalans og létu riddara fara með honum. Þeir fóru inn í Sesaríu, skiluðu bréfinu til landstjórans og færðu Pál fyrir hann. Hann las bréfið og spurði úr hvaða skattlandi hann væri. Var honum tjáð að hann væri frá Kilikíu, þá mælti hann: Ég mun rannsaka mál þitt þegar kærendur þínu koma, og hann bauð að geyma hann í höll Herodesar. Ég ætla að lesa líka 24. kafla, and I'm going to read chapter 24 too, and I'm going to let my beautiful wife read that chapter today. Yeah. Slæm. 5 síðar fór Ananías, æðstiprestur, ofan þangað og var með honum nokkrir öldungar og Tertullus, nokkur málfræðslumaður. Þeir báru sakir á Pál fyrir landstjóranum. Hann var nú kallaður fyrir Tertullus, hóf málsóknina og sagði: Fyrir þitt tilstilli, göfugi Felix, sitjum vér
í góðum friði og þjóð vor hefur sakir þinna forsjá öðlast umbætur í öllum greinum og allstaðar. Þetta viðurkennum við mjög þakksamlega, en svo ég tefji þér sem minnst bið ég að þú mildi að þinni viljir heyra oss litla hríð. Við höfum komist að raun að maður þessi skaðræði, kveikir ófrið með öllum gyðingum víða veröld og forsprakki villuflokks Nasarea. Hann reyndi meira að segja að vanhelga musteri og tók þá vér hann höndum. Með því að yfirheyra hann má þú sjálfur ganga úr skugga öll sakarefni vor gegn honum. Gyðingar tóku undir sakargiftirnar og kváðu þetta vera rétt. Landstjórinn benti þá Páli á að taka til máls. Hann sagði: kunnugt mér að þú hafi verið dómari þessara þjóða í mörg ár og mun ég því ótrauður verja mál mitt. Þú getur gengið út úr skugga að það sé ekki nema 12 daga síðan ég kom upp til Jerúsalem að biðjast fyrir, og gengin hefur staðið fyrir mig að vera stæla við neitt eða æsa fólk til óspekta, hvorki í samkunduhúsum né neinstaðar í borginni. Þeir geta ekki heldur sannað þér það sem þeir eru nú að kæra mig en hitt skal ég játa þér að ég þjóna Guði feðra vora samkvæmt veginum sem þeir kalla villu og trúa öllu því sem skrifa stendur í lögmálinu og spámennunum, og þá von hef ég til Guðs sem þeir og sjálfur hafa upp mun rísa bæði réttlátir og ranglátir, því sem ég tel mér sjálfur hafa jafna og hreina samvisku fyrir Guði og mönnum. Eftir margra ára fjarveru kom ég til að færa fólki mínu ölmusagjafir og til að fórna. Þetta var ég að gjöra í helgidóminum og hafði látist hreinsast, og enginn var þá mannsöfnuður né uppþot. Þegar menn komu að mér voru þar gyðingar nokkrir frá Asíu. Þeir hefðu átt að koma fyrir þig og bera fram kæru. Hefðu þeir fundið mér eitthvað til saka, annars skulu þessir sem hér eru segja til hvað saknæmt þeir fundu þegar ég stóð fyrir ráðinu, nema það að ég sé þetta eina sem ég hrópaði þegar ég stóð meðal þeirra. Fyrir upprisu dauðra ég lögsóttur í dag frammi fyrir yður. Felix, sem var vel kunnugt veginn, frestaði nú málinu og mælti: þegar Lísías hersveitaforingi kemur ofan hingað, skal ég skera úr máli yðar. Hann bauð 100 höfðingjanum að hafa Pál í vægu varðhaldi og varna engum félaga hans og vitja hann. Nokkrum dögum seinna kom Felix með eiginkonu sinni Drúsilu. Hún var gyðingur. Hann lét sækja Pál og hlýddi mál hans trúna á Krist Jesú. En hann ræddi réttlæti, sjálfsögun og komandi dóm, var Felix skelkaður og mælti: far burt að sinni, ég læt kalla þig þegar ég fæ tóm til. Meðfram gjörði hann það sér vonum að Páll myndi gefa sér fé, því var það að hann lét alltaf sækja hann og átti tal við hann. Þegar 2 ár voru liðin tók Porcius Festus við landstjórn af Felix. Felix vildi koma sér vel við gyðinga og lét því Pál eftir í haldi. Í Jesú nafni, amen. 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 Beautiful words from God. Yeah. Amen. That's how God keeps us safe, like he's doing here with Paul. Yes. Svona að gera hér við Pál, að venda Pál og now we are gonna play this in King James 16:11, so this is gonna be right. Yeah.
Og núna ætlum við að spila þetta í King James 1611 og þá fáum við rétta túlkun á öllu og rétt orðafar. Því spilum við það og njótið. Enjoy. Yeah. Acts 23. And Paul, earnestly beholding the council, said, Men and brethren, I have lived in all good conscience before God until this day. And the high priest Ananias commanded them that stood by him to smite him on the mouth. Then said Paul unto him, God shall smite thee, thou whited wall, for sittest thou to judge me after the law, and commandest me to be smitten contrary to the law? And they that stood by said, Revilest thou God's high priest? Then said Paul, I wist not, brethren, that he was the high priest, for it is written, Thou shalt not speak evil of the ruler of thy people. But when Paul perceived that the one part were Sadducees, and the other Pharisees, he cried out in the council, Men and brethren, I am a Pharisee, the son of a Pharisee. Of the hope and resurrection of the dead I am called in question. And when he had so said, there arose a dissension between the Pharisees and the Sadducees, and the multitude was divided. For the Sadducees say that there is no resurrection, neither angel nor spirit, but the Pharisees confess both. And there arose a great cry, and the scribes that were of the Pharisees' part arose and strove, saying, We find no evil in this man, but if a spirit or an angel hath spoken to him, let us not fight against God. And when there arose a great dissension, the chief captain, fearing lest Paul should have been pulled in pieces of them, commanded the soldiers to go down and to take him by force from among them, and to bring him into the castle. And the night following the Lord stood by him and said, Be of good cheer, Paul, for as thou hast testified of me in Jerusalem, so must thou bear witness also at Rome. And when it was day, certain of the Jews banded together and bound themselves under a curse, saying that they would neither eat nor drink till they had killed Paul. And they were more than 40 which had made this conspiracy. And they came to the chief priests and elders and said, We have bound ourselves under a great curse, that we will eat nothing until we have slain Paul. Now therefore, ye with the council signify to the chief captain that he bring him down unto you tomorrow, as though ye would inquire something more perfectly concerning him. And we, or ever he come near, are ready to kill him. And when Paul's sister's son heard of their lying in wait, he went and entered into the castle, and told Paul. Then Paul called one of the centurions unto him, and said, Bring this young man unto the chief captain, for he hath a certain thing to tell him. So he took him, and brought him to the chief captain, and said, Paul the prisoner called me unto him, and prayed me to bring this young man unto thee, who hath something to say unto thee. Then the chief captain took him by the hand, and went with him aside privately, and asked him, What is that thou hast to tell me? And he said, The Jews have agreed to desire thee that thou wouldst bring down Paul tomorrow into the council, as though they would inquire somewhat of him more perfectly. But do not thou yield unto them, for there lie in wait for him of them more than 40 men, which have bound themselves with an oath, that they will neither eat nor drink till they have killed him. And now are they ready, looking for a promise from thee. So the chief captain then let the young man depart, and charged him, See thou tell no man that thou hast shown these things to me. And he called unto him 2 centurions, saying, Make ready 200 soldiers to go to Caesarea, and horsemen 70, and spearmen 200, at the 3rd hour of the night, and provide them beasts, that they may set Paul on, and bring him safe unto Felix the governor. And he wrote a letter after this manner: Claudius Lysias, unto the most excellent governor Felix, sendeth greeting. This man was taken of the Jews, and should have been killed of them. Then came I with an army, and rescued him, having understood that he was a Roman. And when I would have known the cause wherefore they accused him, I brought him forth into their council, whom I perceived to be accused of questions of their law, but to have nothing laid to his charge worthy of death or of bonds.
And when it was told me how that the Jews laid wait for the man, I sent straightway to thee, and gave commandment to his accusers also to say before thee what they had against him. Farewell. Then the soldiers, as it was commanded them, took Paul, and brought him by night to Antipatris. On the morrow they left the horsemen to go with him, and returned to the castle, who, when they came to Caesarea, and delivered the epistle to the governor, presented Paul also before him. And when the governor had read the letter, he asked of what province he was, and when he understood that he was of Cilicia, I will hear thee, said he, when thine accusers are also come. And he commanded him to be kept in Herod's judgment hall. Acts 24. And after 5 days, Ananias the high priest descended with the elders, and with a certain orator named Tertullus, who informed the governor against Paul. And when he was called forth, Tertullus began to accuse him, saying, Seeing that by thee we enjoy great quietness, and that very worthy deeds are done unto this nation by thy providence, we accept it always, and in all places, most noble Felix, with all thankfulness. Notwithstanding that I be not further tedious unto thee, I pray thee that thou wouldst hear us of thy clemency a few words. For we have found this man a pestilent fellow, and a mover of sedition among all the Jews throughout the world, and a ringleader of the sect of the Nazarenes, who also hath gone about to profane the temple, whom we took, and would have judged according to our law. But the chief captain Lysias came upon us, and with great violence took him away out of our hands, commanding his accusers to come unto thee, by examining of whom thyself mayest take knowledge of all these things whereof we accuse him. And the Jews also assented, saying that these things were so. Then Paul, after that the governor had beckoned unto him to speak, answered, For as much as I know that thou hast been of many years a judge unto this nation, I do the more cheerfully answer for myself. Because that thou mayest understand that there are yet but 12 days since I went up to Jerusalem for to worship, and they neither found me in the temple disputing with any man, neither raising up the people, neither in the synagogues, nor in the city. Neither can they prove the things whereof they now accuse me. But this I confess unto thee, that after the way which they call heresy, so worship I the God of my fathers, believing all things which are written in the law and in the prophets, and have hope toward God, which they themselves also allow, that there shall be a resurrection of the dead, both of the just and unjust. And herein do I exercise myself, to have always a conscience void of offense toward God and toward men. Now after many years I came to bring alms to my nation and offerings, whereupon certain Jews from Asia found me purified in the temple, neither with multitude nor with tumult, who ought to have been here before thee, and object if they had aught against me. Or else let these same here say, if they have found any evil doing in me while I stood before the council, except it be for this one voice that I cried standing among them, touching the resurrection of the dead, I am called in question by you this day. And when Felix heard these things, having more perfect knowledge of that way, he deferred them and said, When Lysias the chief captain shall come down, I will know the uttermost of your matter. And he commanded a centurion to keep Paul, and to let him have liberty, and that he should forbid none of his acquaintance to minister or come unto him. And after certain days, when Felix came with his wife Drusilla, which was a Jewess, he sent for Paul, and heard him concerning the faith in Christ. And as he reasoned of righteousness, temperance, and judgment to come, Felix trembled and answered, Go thy way for this time. When I have a convenient season, I will call for thee. He hoped also that money should have been given him of Paul, that he might loose him. Wherefore he sent for him the oftener, and communed with him. But after 2 years, Porcius Festus came into Felix's room, and Felix, willing to show the Jews a pleasure,
left Paul bound. Í Jesu nafni, In amen. Jesus' name, amen. Amen. Yeah, I'm a pastor of Grace Church here online in Iceland. I was asking, there's a question asked on YouTube, and that's our mission is spreading the news through the internet and online, and our church is made online, and that's our church, that's Grace Church in Iceland. In Jesus' name, amen. Amen. And now I'm going to give you the opportunity, if you have not received God into your heart, that if you're going to have this prayer with me and you believe that Jesus Christ died on the cross and He died for your sins and He cleansed you with His blood from all your sins, and He rose on the third day, and He's alive today, and you believe that in your heart, then God promised to save you. In Jesus' name, amen. Og núna þú sem ert að hlusta og hefur ekki tekið við Guðinn í hjartaðir, og þá ætla ég að gefa þér séns á því að hafa þessi orð eftir mér sem ég mun lesa hér, og að þú trúir því að Jesú Kristur hafi dáið á krossinum fyrir syndir þínar og hann hefur hreinsað þig með sínu blóði og hann hefur risið á þriðja degi og hann sé lifandi í dag, að þá lofa Guð því að koma inn í hjartað þitt og frelsa þig. Því heilagur andi mun koma þar og blessa þig, og þá getur þú tekið við blessunum hans, því að við sem trúum að þegar við biðjum að þá fáum við blessanir hans, því við trúum á hann, því hann getur einungis svarað þeim sem að trúa á hann, og því trúi ég á hann og fæ blessanir hans í Jesú nafni. Amen. Amen. And everybody say amen on this beautiful Tuesday. This is not complicated, this is simple. And if you want to be free, then take this decision that follow God and be a free man. Not like let the world control you, and let the spirit control you. Ekki vera að láta heiminn stjórna þér, heldur láttu andan stjórna þér. Í Jesú nafni, amen. Og núna ætla ég að fara með þessa bæn á íslensku og hafðu þessi orð eftir mér, og núna ætla ég að biðja bæn að Drottinn Jesús, Drottinn Jesús, ég trúi á Sonu Guðs, ég trúi á Sonu Guðs, ég trúi að það hafi dáið á krossinu fyrir syndir mínar, ég trúi að hafa dáið á krossinu fyrir syndir mínar, og að dýrmætt blóð þitt hreinsar mig af allri synd. og dýrmætt blóð þitt hreinsar mig allri synd. Ég trúi að það risið upp frá dauðum til að gefa mér líf. Ég trúi að hafa risið upp frá dauðum til að gefa mér líf. Jesús, ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndir mínar Jesús, ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndir mínar og þvo mig algjörlega með blóðið þínu. og þvo mig algjörlega með blóðið þínu. Hreinsaði hjarta mitt, Hreinsaði hjarta mitt, endurnýjaði anda minn endurnýjaði anda minn og gerði mig að nýrri sköpun í þér. og gerði mig að nýrri sköpun í þér. Ég opna hjarta mitt nú Ég opna hjarta mitt nú og bið þig að koma inn í líf mitt. og ég bið þig að koma inn í líf mitt. Vertu drottinn minn og frelsari, Vertu Drottinn minn og frelsari,
Frá þessum degi Frá þessum degi vel ég að fylgja þér, vel ég að fylgja þér, elska þig elska þig og lifa samkvæmt orði þínu. og lifa samkvæmt orði þínu. Takka þér, Jesús, Þakka þér, Jesús, að fyrir blóð þitt er í nýsköpun, að fyrir blóð þitt er í nýsköpun, fyrirgefin, fyrirgefin, endurfædd endurfædd og elskaður af þér og elskaður af þér. í Jesú Í nafni. Jesú nafni. Amen. Amen. Og vertu velkomin í Guðs ríki, Já. þú sem hafði þessa bæn með mér. Já. Og Guð mun vernda þig. And now I'm gonna read this in English, so have these words after me. Lord Jesus, Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you are the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins, I believe that you died on the cross for my sins, and that your precious blood cleansed me from all my sins. and that your precious blood cleansed me from all my sins. I believe that you rose from the dead to give me life. I believe that you rose from death to give me life. Jesus, I ask you to forgive me for all my sins Jesus, I ask you to forgive me for all my sins and wash me completely with your blood. and wash me completely with your blood. Cleanse my heart, Cleanse my heart, renew my spirit, renew my spirit, and make me a new creation in you. and make me a new creation in you. I open my heart now, I open my heart now, and I ask you to come into my life. and I ask you to come into my life. Be my Lord and my Savior. Be my Lord and my Savior. From this day on, From this day on, I choose to follow you, I choose to follow you, love you, love you, and live according to your word. and live according to your word. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, that through your blood I am cleansed, that through your blood I am cleansed, forgiven, forgiven, reborn, reborn, and loved by you. and loved by you. In Jesus' name, In Jesus' name, Amen. amen. and be welcome to the kingdom of God. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. And everybody say, Amen. Amen. Amen on this wonderful Tuesday. Yes. And it's been wonderful to have you here on the screen. From the beginning of this team that we are building up here. And we the people who are believers, we are the church, we are Christians, and then we are the church of God, and Yeah. that's how it is. And we who are spreading the word and are preaching, are preachers, and we follow what God tells us to do is to spread the good news, and that's our mission. It's to get the word out and tell you the good news. Við sem erum hér predikarar og erum að koma góðu fréttunum áfram, að það er okkar hlutverk að tala Guðs orð, og eins og ég segi að það er mjög gott, það er að gera það, að venja sig á það að lesa á hverjum degi alltaf smá kafla upp úr Biblíunni. Það byggir mann upp andlega, og því hvet ég ykkur til þess að lesa í orðinu, því þá fáið þið betri skilning á Guði. I recommend that you read the Bible every day, and you get a more and better understanding of God. Because the Holy Spirit always gives you the right thought of everything. It's like heilagur andi, hann gefur okkur alltaf rétta sýn á hlutina.
Í Jesú heilaga nafni, amen, and everybody say amen on this wonderful Tuesday. Þetta Hafsteinn, Eðvarsson, segir eitthvað þið eru á hlið. Kannski eru á hlið allan tíman eða? Við erum á hlið. Rotated device. Við erum á hliðina. Takk fyrir að benda á. It's like, Það læri ná þetta bara. this is the technique here. Yeah. Thank you for this, Hafsteinn, for telling us this. Now we are gonna end this on the prayer that Jesus taught us, and we have it in the original teaching from Jesus. This the prayer he taught us. We have it in the old original thing, so it's a little bit different. Ekki snúa sjónum, segir Óskar. Okay. Betur. Sorry Óskar, við heldum að varum að hlið og við tókum bara ábendingunni. Okay. Við erum með Faðirvorið. Við erum með það í frumútgáfunni og í frumútgáfunni þá Faðirvorið aðeins öðruvísi heldur en það í dag, og við erum með frumútgáfuna og eins og Jesú kenndi okkur hana, og þið heyrið smá þið sem þekki Faðirvorið, að þá heyrið þið smá mismun í Faðirvorinu. Því í Faðirvorinu kemur fram að halt þú oss frá freistni, heldur Já, stendur ekki, eigi leið þú oss í freistni, sem villa. Eigi leið þú oss í freistni, sem villa, heldur á að vera halt þú oss frá freistni. Já. Og því erum við með frumútgáfuna, því Guð aldrei að fara að leiða okkur í einhverja tælingu, en þeir breyttu þessari Faðirvorinu, þeir breyttu því, eins og þeir hafa breytt mörgu hér í orðinu, og ég mun fara yfir þessa hluti hér seinna meir og benda ykkur á svona hluti sem að þeir hafa átt við hér í orðinu. In the future, I'm gonna go over the things that they have changed the Bibles, that they have changed the scriptures, and I'm gonna go over that, and I'm gonna show you the difference what they have done. So you have it right, and that's what God had told me to do is like go over the things, and that's what I have been learning for 30 years. That's learning the scriptures and learning what is right in the scriptures, and that's what I have been doing for 30 years. Everything is like Jesus always teaches me, and he shows me always what is right. Og eins og Jesús, hann sýnir mér alltaf í gegnum sinni heilaga anda hvað rétt, alveg svo dæmisögur hans og annað. Og ég mun sýna ykkur hvað dæmisögurnar þýða og fara yfir með það í framtíðinni. Og við elskum ykkur hérna á Íslandi. Munið að segja af ástvini ykkar að
þið elskið þau og biðjið fyrir ástvinum ykkar. Einnig elskið náungan og biðjið fyrir náunganum og einnig biðjið fyrir óvin ykkar því að við erum öll sköpuð af Guði, við erum öll börn Guðs og Guð vill að við biðjum fyrir börnum hans og það er það sem við eigum að gera og vera góð við hvort annað. And like we are supposed to do is we are supposed to always tell our loved ones we love them, pray for them, and pray for our neighbor, and tell the neighbor we love him, and pray for our enemies, because these are all children of God, and we are supposed to pray for the children of God, and because we all belong to Him, and that's how it is. Og núna ætlum við að enda þetta á Faðirvorinu. And now we are gonna end it on the prayer that God taught us. Faðir vor, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomin þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vårt daglegt brauð og fyrirgef oss våra skuldir og voru skuldunautum. Haltu oss frá freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Við elskum ykkur hérna á Íslandi Já. og we love you here from Iceland Yeah. and we are gonna see you tomorrow og við munum sjá ykkur á morgun og við munum láta ykkur vita hvenær við komum hér í beina útsendingu. Já. And we are gonna let you know when we are gonna be live here on tomorrow, and God bless you, and may these words today be a blessing to you, and we send our love Yeah. from Iceland. Bye bye. Bye. Góða nótt. And, Já, veitu. Nú er það bara að slökkva á allavega maður. Finnus. Má ég sjá? Má ég sjá hvað ég er hana. Þetta er til bara hana. Ekki bara hér. And now. Yeah, bless you too. God bless. God bless you. God bless you too. Yeah. See you tomorrow. Love you. Thank you, bye. Bye.